sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Vilborg Yrsa Sigurðardóttir, velkomin. Takk fyrir. Fyndið að kalla það reynda Vilborgu vegna þess að það þekki það nú flestur undir Yrsu Sigurðardóttur. Jú. Þetta Vilborgarnafn, það fáir þekkja það? Já, ég hef alltaf verið kölluð Yrsa, en Vilborg er í höfuð á ömmu minni og nafn sem ég þykir alveg afskaplega vænt og ætla að nýta mér svona þegar ég var aðeins eldri. Og þá verður bara Vilborg Sigurðardóttir? Já, og barnabarnið mitt kallaði mig ömmu Villu, sem var saman ég kallaði ömmu mína og mér þykir voða vænt það. En þegar ég byrjaði að skrifa þá ætlaði ég nú reyndar að hafa fullt nafn og vera Vilborg Yrsa Sigurðardóttir, en það var bara ekki pláss á kápunni fyrir þetta langa nafn. Ert þú Yrsa? Já, þannig að... En það er þú ert oft kölluð glæpadrottning Íslands. Telst vera í hópi fremstu glæpasagna höfunda Norðurlandana, að mati The Times að minnsta kosti. Fengi góða dóma í dagblöðum eins og Independent og Guardian, sögðu vera svar Íslands við Stíg Larsson og svo koma frasar eins og drottning glæpasagnana og maður spyr bara getur staðið undir öllum þessum stóru orðum? Nei, í raun og veru ekki sko. Þetta er náttúrulega sérstaklega þessi samanburður við Stíg Larsson eða tilvitnanir í hann. Ég hugsa að sé nú alla sá norræni höfundur sem gefinn út á ensku sem hefur ekki verið líkt við hann í einhvers staðar. Þannig að maður tekur því nú svona mátulega alvarlega sko. En það er alltaf verið að finna svona einhver stór orð og upplifir þetta frekar sem bara svona, sölutrykk eða eru menn bara að reyna að leita, finna þér einhverja skúffu? Þetta eru tilvitnanir úr gagnrýni erlendis og þeir kannski eru meira með svona frasa heldur en við erum vön í okkar íslensku gagnrýni og mér finnst þetta persónulega svolítið hvimleitt og óþægilegt því það er einmitt þetta þú veist þá eru vonbrigði ef maður stendur ekki undir því og það er náttúrulega alls ekkert ljóst að það verði. Það er nú ekki slæmt að bera titilinn drottning samt. Það er mjög óíslenskt. Já, þú veist, við erum ekki með svona drottningóta en þetta er velmeint. Það er búið að gefa bækurnar þínar út í fleiri löndum heldur en enn að telja upp. En nú varstu að gera samning við þýska sjónvarpsframleiðendur. Já. Þar sem að þeir ætla að kvikmynda bækurnar þínar og síðan þetta búin að selja höfuðpersónuna Þóru bara frá þér. Já. Segðu mér þetta frá þér. Þetta er sem sagt samningur, þetta er fyrirtæki sem heitir Teamworks, ég sé nú ekki fara rátt með það. Og þetta er dótturfyrirtæki rosalegs risa sem á til dæmis Idolið og það allt. Og þeir kaupa alla bækur Þóru fyrir utan Ösku sem Pegasus á réttin að, allar ókomnar bækur Þóru og Þóru sem persónu. Og geta þá ætla sér að búa til sjónvarpsmyndir úr bókunum og kaupa Þóru til að geta búið til sjónvarpsþætti sem þeir þá skrifa eða ég get komið hugmyndir yfir vil og Þannig að þeir hafa eignast Þóru raunverulega? Í raun, já. Í svona sjónvarps, já. Og geta þá bara gert það sem þeir vilja með þann í framhaldinu? Já, og eftir að þá búið skrifað þennan samning þá var eitthvað breskt fyrirtæki sem allt í einu fór að sína áhuga og þá getur maður gjarnan bara vísað á þá. Hún er farin frá mér hvað þetta varðar sko. Þannig að þú ert búin að selja Þóru? Ég er búin að selja Þóru, já, en það stóð eitthvað að þeir tryggja mér sæmdarrétt sem þýðir að þeir geta ekki farið að búa til klámyndir Þóru eða eitthvað svona sem er algjörlega á skjön við hennar karakter í bókunum sko, já. En hvað með, af því að nú höfum við kannski mikið áhuga á því, hún er skrifuð að mestu leyti í íslenskum aðstæðum, verða þá þættirnir kvikmyndaðir hér á landi? Sko allavega myndirnar og vonandi þættirnir, en þeir sem sagt eru núna í þessu fjármagnaferli sem að er svona kannski stærsti hjallinn hjá þeim því það er töluvert dýrara að gera sjónvarpsþátt í öðru landi heldur en sem sagt mannskapurinn kemur frá
og þeir eru búin að ráða handritshöfunda, þannig að sú vinna er byrjuð og ef allt gengur óskum þá munu þeir hefja tökur í sumar held ég og ætla að byrja á sérgreifugróf, þannig að það er á Snæfellsnesi og það er tekið hér. Þannig að ákveðin svona draumur okkar landkynningu, ef við horfum á þetta svona í stærra samhengi, hann er að rætast í gegnum þetta, að þýska sjónvarpsstöð mun sem sagt kvikmynda þá fjölmarga sjónvarpsþætti hér á landi þína bækur og þína sögupersónur. Já, og það er held ég mjög jákvætt, því Þjóðverjar eru mjög hrifnir af Íslandi. Þannig að vonandi bara fyllist alltaf ferðamönnum í framhaldinu. Og til að skoða sögustæði Þóru. En bara hvað varðar þetta að selja svona frá sér, svona, hvað var að segja, mannesku sem að einhvern veginn þú hefur, ég segi ekki alveg upp með, en fæðist innra með þér, að gefa hana frá sér. Maður verður bara að hrökkva að stökkva. Sko, ég skrifa náttúrulega maður áfram og þetta hefur gerst sko fyrir aðra höfundar náttúrulega, þetta er ekkert, og ég hugsaði mig til hennar Kati Ræk sem skrifar, það er þetta sem heitir Bones, en hún skrifar glæpasögur þá persónu og persónu í þáttunum og persónu í bókunum er alveg tvennt ólíkt sko. Þannig að, og það pírar mikið sem lesanda að þessi þættir séu þarna. Þannig ég held að þetta ger ekki annað en bara gott sko. Þú tveggja barna móðir, þú átt lítið ömmubarn. Já. Og Guardian segir að þú sést mjög hugmyndarík í óhugnaði. Hvernig fer þetta tvennt saman? Hvaða hliðarsjálf verður þetta sem að þú leitar inn í? Ég veit ekki, það er oft sko, og það held að hugsa hvað, þegar maður er svona að skrifa eitthvað og finna upp eitthvað vondur, sko, það er hugsa bara, hvað myndi ég alls ekki vilja sko að gerist fyrir mig? Og þá náttúrulega er maður fljótur að finna upp á svona hlutum. En ég hef alltaf haft gaman af svona, svona fá svona smá hroll. Þannig að þetta er eitthvað bara sem ég var bara krakki og gaman af hryllingsmyndum og svona. En þetta er, ég veit það bara ekki, ég er ekki vond, ég myndi að þetta gera neitt af þessu. En þú sækir í hennar óhugnað og þú sagði mér einmitt að þú hefðir pantað mikið af bókum af netinu í gegnum Amazon og þú hefði nú verið dálítið sérkennilega flokkuð þar eftir það. Já, það var sérstaklega með fyrstu bókina, að þá var ég að skrifa sko galdrabrennur og þann ömurleika sem að þeim fylgdi. Og þá pantaði ég alls konar bækur pyntingar og aftökur og galdrabrennur og eitthvað og svo fékk ég póst frá Amazon einhvern tímann árið síðar eitthvað svona kæri kúnni, sko eitthvað kæri dýrmæti kúnni, hér eru bækur sem þér þætti kannski gaman að svo kom eitthvað bara alveg sér til ógeðslega. Þannig að þú varst orðið flokku með einhverju svona dálítið sjúku fólki. Já, þannig ég velti fyrir mér að sko hvort ég ætti að taka mig til að panta ykkur bækur túlípana og kanínur og eitthvað til að svona jafna þetta eins út en lét það nú eiga sig. En það er þetta merkilegt að því að þú ert byggingaverkfræðingur og starfar sem slíkur bara frá morgundi kvölds og síðan fer að skrifa á kvöldin. Já. Hvernig gengur þetta upp? Sko þetta er ekki svo erfitt af því þetta er svo svakalega ólíkt. Ef ég er inni við á daginn til dæmis við að skrifa sjónvarpsefni eða eitthvað svona skapandi skrif, þá væri þetta mjög erfitt að koma heim og halda áfram. Þá er þetta bara svona einn svakalega langur vinnudagur. En af því að þetta er svo ólíkir heimar eða ólík störf, þá er þetta faktist sko, sem kannski alveg eins og ég kem heim og fara að prjóna, eða þetta er eitthvað allt annað sko. Þannig ég myndi ekki vilja koma heim og halda áfram að vinna verkefnisáætlanir eða eitthvað slíkt. Þannig að þú segir að þetta sé bara eins og prjónaskapur? Já, þetta er sko kannski ámáta líkt verkfræði og skrif. Þetta er eitthvað allt annað. En það hjálpaði þér eflaust að þú ert á Kárahnjúkum að vinna sem verkfræðingur árin 2003 til 2007? Já, ég fer 2003, já. Og ert þar í vinnubúðum og vinnur þar á daginn að fékkst einhverja hvíld þá á kvöldin bara til þess að skrifa? Já, þá er maður sem sagt fjarri heimili og er að vinna allan daginn og svo þegar kom á kvöldinu þá náttúrulega var lítið við að vera. Þannig séð og þá gat maður nota þann tíma til að skrifa sem sagt. En öllu verra þegar maður kom í bæinn. En byrjunin er eins og hjá svo mörgum öðrum. Þú byrjar til að seint að skrifa, að minnsta kosti svona fyrir markað, en upphafið, þú byrjar á barnabókum og ferð síðan í barna- og unglingabækur. Já.
hvers vegna byrjaður á barnabókum? Við vorum þá búsett út í Kanada og og sonur minn var í svona barnabókaklúbbi sem held ég að upplegginu til amerískur, pantaði þar einhverja bækur og ég var eitthvað að skoða og þær voru svo lélegar að maður bara hugsaði þetta getur nú ekki verið erfitt að gera betur en þetta og það var það ekki. Og þannig að þú fórst eiginlega að skrifa fyrir börnin? Já, í raun, já, bara, mér fannst þetta bara svo mikið lágkúru að það hlyti að vera til eitthvað sem væri, þetta hlyti að vera auðvelt að toppa þetta. En svo, hvatinn hefði byrjað að skrifa fullorðinsbækur, þú sem sagt fyrsta skáldsaga þín Þóru kemur út 2005. Já. Og fær gríðarlega góð viðbrögð og ég held þú hefur selt hana til hvað fjölda landa. Já. Og bara að byrja með þetta fyrsta skáldverk komin inn á þennan erfiða markað sem fullorðinsmarkaðurinn, sem dálítið grimmur. Það hlýtur að hafa verið svona dálítið stressandi. Það var það og sérstaklega því bókin selst einmitt út áður en ég búin með hana. Þannig að þá fer maður að vera svona, ég gekk einhvern tíma sem ég fannst ég verið að vera með eitthvað svona ferðamanna upplýsingar, kom einhver að sem að myndi einhvern veginn hjálpa Íslandi, einhverja lunda eða ég veit ekki, en svo á endanum þá bara steig ég svolítið frá því, hugsaði bara það ekki það sem að fólk vil lesa, það vill bara, þessi bók átti upphaflega að vera fyrir íslenska lesendur og hún bara verður það og væntanlega það sem þeir eru hvort þeir að kaupa, þessi menn sem voru það búin að kaupa hana. En hvað tvist það að vera með þýskan elskuga? Já, það var, hann átti nú bara að vera í þessari fyrstu bók, og hann kemur þannig inn og þessi þýski ríki ungi maður, vegna þess að á þeim tíma sem 2005, að þá hélt ég bara í einfeldni minni að Íslendingar gæti ekki verið svona vondir sem að sé núna að var mikill misskilningur. Þannig að ég hefði alveg eins geta haft þetta Íslendinga. Þannig að þú varst í rauninni bara svo blind á ástandi sem átti síðan eftir að sýna sig að það var kannski ljótara heldur en við reiknum. Já, ég fannst Íslendingar bara svona að uppleggi bara heiðalegt voðalega gott, svona vera kannski krútleg þjóð einhvern veginn svona. En já, við kannski... Þannig að þú fannst þýskan mann til þess að sinna þeirri ljótu þörf og... Já, þannig að þessi vond átti að koma svona utan, ég fannst það svona einhvern veginn virka trúverðugra, En svo, sem sagt, vissi ekki, fór að spyrja svona fyrir því að byrja á annarri bókinni svona, hvort ég ætti að hafa hann eða losa mig við hann og óttaði svona svolítið kannski að Þóra yrði þá alltaf með nýjan mann og yrði svona hálfgerð glíðra. Þannig að, og fékk þau viðbragð að fólk vildi almennt hafa hann. Þannig ég hélt honum og í þriðju bókinni var ég ofsalega þreytt á honum því að það er svo erfitt að vera með útlending í íslensku umhverfi. Þið langaði bara að skilja við hann? Já, og ég sendi hann svona í útlegð þannig og ákvað að leyfa honum að koma aftur ef hann myndi gjöra svo læri íslensku. Þannig í fjórðu bókinni þá fer hann að vinna í íslenskum banka og var nú eiginlega atvinnulaus og þetta voðalegt. Þannig hann hefur bæði gert þetta auðvelt og erfitt. Því ég get líka nýtt hann fyrir erlenda lesendur til að útskýra hluti sem okkur finnst alveg sjálfsagðir. Sem hann sér utanfrá? Já, sem hann sér utanfrá. Hvað með bara persóna Þóru sjálfa, finnurðu að það sé krafa frá lesenduðinum að hún sé alltaf til staðar og hún hafi eignast einhvern stað í hjörtum fólks? Já, ég held að svo sé hún mjög svona viðkunnulegur karakter og fólki almennt líkar mjög vel við hana og það með svona seríubækur eða svona bókaflokka að mér hefur sagt allavega þegar fólk vill næstu þá það ekki endilega glæpurinn eða plottið, heldur það aðalpersónan sem heillar. Hvernig lítur hún út? Þóra alveg algjörlega andstæða mín. Hún hávaxin og ljóshærð og með vilja að þá hafði ég hana þannig til að fólk teldi ekki, ég fekk einhverja meinlók það að fólk held að ég var að reyna að skrifa mig inn í bókinni einhvern veginn til að reyna að slíta sig mest milli mín og hennar. Og það svona lukkast held ég að mestu, nema hvað náttúrulega hennar hugsanir verða til í mínum kolli, þannig að það alltaf svona eitthvað smá af mér í henni einhverju leyti. Ég held hún ljósar endar. Nei, dökkar segi ég. Já,
en hún á að vera ljósasast. En þú hlýtur að valda vonbrigðum þá aðdáendum og lesendum því að hún kemur hvergi við sögu í þinni nýjustu bók. Nei, ég ákvað að taka mér 1 ár frí, sem kannski ekki svona skynsamlegt hvað það varðar, en það bara, mér fannst ég þurfa á því að halda aðeins að víkja frá þessu og koma þá bara ferskar inn að ári og hélt að það yrði auðveldara en einhvern veginn það var, sko. Ég hlakkaði svo til að vera með nýja karaktera, en svo leið ég byrja að skrifa okkur, hvað var ég að hugsa, okkur gæti ekki bara, þú veist, það hefur verið svo auðveldara að vera bara með alla uppsetta þegar. En það var samt rosalega gaman að taka sér frí frá þessu. En hvernig, af því að nú hlýtur að vera komið mikið press á þig. Ég meina, það er verið að gefa þig út mjög víða og gagnvart erlendum forlögum, erlendum lesendum, að þá er krafa að þú komi eina bók á ári, hið minnsta. Já, það er Hvernig gengur að vinna undir þeirri pressu? Sjálfu sér allt í lagi, sko. Það versta er að ég er búin að fatta að hver bók tekur mig 1 ár og 1 viku. Þannig ég er alltaf að hliðra, sko. Var þetta verkfræðingurinn að tala? Já, þetta er verkfræðingur, já. Það ýtist alltaf aftur viku, sko, að ég sé búin. Og það er svona ákveðið áhyggjuefni að því ég er komin svona svolítið á grensuna núna, sko, fyrir þennan íslenska markað. Þannig 1 ár og 1 vika. 1 ár og 1 vika. Sem tekur að skrifa eina bók. Já. Sem þýðir að þú ert væntanlega byrjuð að hugsa þá fyrir næstu bók. Já, þannig núna verð ég að byrja aðeins fyrr af krafti og ætla mér, gef mér frí fram í byrjun desember. Þá ætla ég að byrja að hugsa. En hvernig gerist þetta? Gerist þetta í finnurðu aðstæðurnar, söguþráðinn eða umhverfið? Sko, yfirleitt velja mér staðsetningu. Minnst það þægilegast að velja hvar þetta á að vera og kannski svona eitthvað svona málaflokk, ef þetta er að orða það þannig, sko. Hvað mun þetta mál snúa, sko. Og reyna að fara þá á staðina og svona fá einhverja tilfinningu fyrir því sem ég fara að skrifa og horfi svolítið með allt öðrum augum kannski heldur en ég væri, þú veist, þegar ég ætla með fer til Vestmanni uppalega, þá var ég að horfa á alltaf hluti heldur en ég gerði að ég væri bara ferðamaður eða væri þarna bara með til ánægju. Og það var sérstaklega, fannst mér áberandi þegar ég var á Grænlandi. Það var því fólki sem ég hitti þar mjög mikið í mun að sýna mig hvað Grænland væri fallegt og hvað þetta væri dásamlegt land og svona og ég er að horfa á, sko, þú veist, þess að vera að sýna mig eitthvað sleðahunda og hvað myndi gerast þegar þú setur, sko, lík fyrir framan þessu hunda, myndi þau éta það og svoleiðis hluti, sko. Þannig ég er að horfa á kannski annað heldur en bara fegurðina og það sem er jákvætt, sko. En spyrðu alltaf bilara spurninga í leiðinni? Já, alveg, það maður að gera það. Nýjasta sagan til dæmis skýrist á Hesteyri sem er svona í töluverum útjaðri, það er ekki rafmagn og það er ekki símasamband og það er eitthvað sem hjálpað þér en þá hefur væntanlega dvalið á Hesteyri bara til þess að upplifa þá stemningu og það andrúmsloft sem að þarf síðan að skila sér í bókinni. Já, og það var sko svolítið svekkjandi, sko, þannig að þegar maður fór til Hesteyri það verið langt best að fara bara og vera þar í mánuð og skrifa en það er ekki hægt, það er ekki rafmagn og tölvan mín batteri endist í 4 klukktíma. Þannig maður varð að fara bara að mynda og reyna svona bara að fá þetta inn í, sko, sálina bara aðstæður og nýta sér það svo til að skrifa. En skrifaru, að því að bara eins og varandi þá bók og margar þessu bókum, þetta eru svona dálítið myndaranalýsingar og hvað að segja, hérna, umhverfið er til staðar. Lokasjónin er til staðar, en þú sagt orðað þannig á lélegri íslensku. Ertu hann að sjá þetta fyrir þér að þetta verði kvikmyndað? Af því að segjum til þess með Hesteyri, fólk kemur þangað, það er allt til staðar, nema væntanlega eitt hús sem að þetta hverfist alltaf Já, nei, í raun og veru ekki, ég er bara að vinna þetta svona og þess vegna er mér svo mikilvægt að fara á staðina því ég bara hugsa þetta einhvern veginn myndrænt. Ég veit ekki af hverju, það er ekkert meðvitað að gera en það er bara svoleiðis og líka með þessi barnabókunum og öllu að þá sé ég þetta fyrir mér, sko, myndrænt í huganum áður en það fer á blað og kannski fyrir viki virkar það þá myndrænna en það er ekki, sko, meðvitað beint, nei, alls ekki. Hvað með þjóðfélagsástandi? Þú finnur að hvernig bara ástandið í samfélaginu er og tekur eitthvað mið af því í bókunum?
persónu breyst, aðstæður breyst og ertu svona umgjörð bókana, breytist hún í samræmi við bara samfélagsbreytingar? Já. Og það sko sérstaklega þegar maður að skrifa svona glæpasögur, að þá kannski, má segja að svona rauði þráðurinn kannski í söguþræðinum, sem kannski morð og eitthvað, það frekar í raun ótrúverðugir atburðir í sjálfu sér, sko. Morð á Íslandi ekki eins og þau eru í glæpasögum. Þau eru oft bara döpur og sorgleg og ekkert verið að reyna að hilma yfir eitt eða neitt. Þannig þau liggja alltaf bara eiginlega ljós fyrir næstu því bara frá því að morðið uppgötvast. Þannig að ef maður ætlar að fá lesandann til að aðeins sleppa, sko, að gefa því svona, líta fram hjá því, að þá þarf allt annað að vera mjög raunsætt. Og þar með talið þjóðfélagsástand og þannig að maður með svona leiktjöldin, þau verða að vera alveg pottþétt. Og þá leyfist manni að stíga svona aðeins til hliðar við sko raunveruleikann í öðru. Og persóna líka verða að vera mjög svona trúverðuga persónur. En nú orðið metsöluhöfundur og hefur náð þessari miklu útbreiðslu og í framhaldinu veltum að fyrir sér hvort að pressan aukist ekki og jafnvel, þú skoðaði það með sjálfur, eða hvort þú eigir að einbeita þér að þessu að fullu eða ætlar að halda áfram sama dampi að vinna sem verkfræðingur á daginn og glæpadrottning á kvöldin? Það hugmyndin. Mér finnst bara svo gaman að vinna sem verkfræðingur og ég held að fólk vissi hvað það skemmtilegt að vinna í verkefnum, þá væri við öll verkfræðingar, þannig að það ætti kannski ekki að vera að segja mikið frá því. En svo getur líka sagt á kvöldin ættum við öll að vera rithöfundar? Já, það fylgir því meiri svona vöðvabólga og annað sko heldur en verkfræðinni. Þannig að á vissan hátt það að skrifa hvað mig varðar, það svona einhver leyti, ef það eitthvað bilað í manns fari þá það að maður skuli hafa gert það í raun. Því þetta minnst það eiginlega vera viðbótin sko á svona mitt líf að það væri þá kannski það sem ég myndi frekar sleppa hendina af heldur en hitt. En hver streituvaldurinn? Hann náttúrulega að skilafrestur en síðan dómarnir. Já. Og nú skal ekki segja mér að þú lesir ekki dóma eða takir ekki mark á þeim. Nei. Þannig að ég spyr bara líðan að bíða eftir dómunum og síðan að fá þá. Hvað það að upplifa í gegnum þessa dóma? Það mjög óþægilegu tími og ég les alla dóma sem að birtast og reyni að læra af þeim þegar ég get og þetta bara mjög óþægilegt tímabil þegar maður að bíða. Maður veit ekki, maður svo ofboðslega samdauna textanum á bókinu og búin að vera að skrifa hana náttúrulega, lagfæra, þannig að maður eiginlega komið með maður sér ekkert lengur hvort það eitthvað varið í þetta ekki hjá manni. Og þess vegna það mjög stressandi að bíða eftir þessu og maður ofboðslega glaður sko aðfangadaginn, maður þarf ekki að vera að hugsa eitthvað hvernig, þú veist, þá kemur ekkert meira og maður getur ekkert meira gert, þetta bara farið. En þeir særa þig að þeir eru ekki eins og þú vanaðist til? Já, ef mér finnst það kannski ekki að rétt á sér, já. En auðvitað ef það bent á eitthvað sem betur hefði mátt fara, þá maður ekkert glaður að sjá það í blöðunum, maður miklu betur að fá þetta bara í tölvupósti, en að rítumar að senda þið bara tölvupósti? Já, það væri mjög þægilegt. Ég skal taka móti öllum svoleiðis póstum og taka allt í græna sem sagt í þeim. En á sama tíma græða kannski lesendur lítið á því? Já, og þetta bara partur af þessu og kannski það að ég komi úr öðru umhverfi þar sem maður ekki vanur svona að sé fjallað mann á þennan hátt í sko störf sem að mætti alveg vera kannski einhver verkfræði gagnrýni einhvers staðar en maður bara ekkert vanur þessu. Þóra verður ekki næstu bók eða þeirri bók sem að koma út núna. Nei. En hún verður í bókinni þar á eftir. Já. Og þú ert ekki fann að hugsa plottið og ekki aðstæður. Nokkra dagar. Þannig að þú veist ekki neitt. Nei, ekki en það samt farið svona kvikna, ég fann að vera meðvituð að ég þarf að fara að hugsa þetta og það svona fyrsta skrifið. Að þú sér þetta heilt yfir bara þessi sjónvarpssamningur, hefur trú á því að ef þú sér þetta í svona stóra samhenginu að þetta hefur skipta okkur máli Íslendinga, finnst þér eins og þú sért svona, hvað þú segja, að leggja þetta mörkum til þess að þjóðin birtist og landið birtist í einhverjum myndum
í Þýskalandi og hafi þannig jákvæð áhrif á okkur? Vonandi og það sem að maður reynir auðvitað að gera, sko, ég fer tölvöld mikið út af þessum bókum, að sko kynna Ísland það góða sem við höfum, sko. Að ég myndi aldrei tala illa Ísland erlendis eða hérna. En stundum ástæða til. Já, en það er að benda kannski á, sko, það er það kannski líka að benda á, sko, þetta eru óvenjulegar aðstæður, þetta er ekki þjóðin, sko, sem slík sem að, sem er eitthvað óheiðilegra en annað fólk eða slíkt, sko. Og ég hef bara fundið velvilja að fólk, sko, átta sig á því að þetta er hryllilegt áfall sem við höfum orðið fyrir og frekar, sko, bara vinsemd og svona vorkunn að við höfum einhvern veginn lent í þessu. Þannig að þetta er þitt framlag til að bæta ímynd Íslands? Já, maður reynir. Ég veit ekki hvort að það veltir nú alveg ekki þungur steini en allt sem maður getur gert reynir maður að gera það gott fyrir landið, ekki fara að tala okkur niður en eitt sýtt, ég myndi aldrei nokkuð tíma að gera það. Yrsa Sigurðardóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir.